velkomin að viðtækjunum. Hér að hefjast úrslitaleikur í fjórða flokki yngri. Það eru Haukar og KA sem mætast, tvö gríðarlega sterk lið. Og við erum með okkur hérna í dag Jóhann Ingi Guðmundsson og Gísli Rúnar Jóhannsson. Góðan dag, góðan dag. Við ætlum að lýsa þessu með ykkur. Ég er spenntur fyrir þessu leik. Ég sá þessi lið mætast daginn á Ásvöllum og hafa alveg hérna hörkuleikur. Þetta eru tvö allra sterkustu liðarnir í þessum flokki, eðlilega komin í úrslit bæði tvö. Og þetta verður spennandi. Ertu spenntur, Gísli? Ég er mjög spenntur, mjög spenntur. Það er vel mætt. Fullt af stuðningsmönnum beggja liða. Haukar vissulega svona á einhvers konar heimavelli. Og þetta sé vissulega hlutlaus völlur í dag. Jú. Búið að vera frábær vika hérna hjá okkur, Kólabikarnum. Frábær leikir í gær. Óskum Völsurum til hamingju með sína titla. Já, við gerum það. Og það er gaman að geta þess að KA er það eru 3 leikir hérna framöndan og KA er í þeim öllum. Já, það er þetta svakalegt. Það er þetta bara sýnir vel hvað þeir eru að gera góða hluti í yngreflokkastarfinu. Já. Stefán Árnason að gera frábæra hluti hérna í afreksstarfinu. Ég sé að Heimir Árnason er með honum í dag. Og Lord líka þarna. Já, það er einhver mertur Lord, já, það er eitthvað smá bandir svona. Toppmaður. Gaman að því. Þá er þetta hafið. Jep. Og dómarar leiksins í dag eru þeir Árni Snær og Þorvar Bjarmi. Þeir dæma þennan leik. Mjög góðir dómarar. Já. Og við svona förum yfir leikmennina bara svona þegar þetta rennur á stað. Já. Ég sé strax að þetta er leikmann nr. 15 hérna miðjunni á KA. Þetta er hann hérna, skal ég segja, Aron Daði. Hann er hörkuleikmaður. Mjög góður. Ég sé tölvöld á hann, ótrúlega flíkur. Og sending. Það er fyrsta markið komið í hús. Frábær línusending. Aronni inn á leikmann nr. 18. Kristófer Breki, hann setur hann ekki. Það er stöngin, sláinn stöngin. Það er yfir. Það klikkar. Þetta er hann Leo. Og keirar upp. Bjarmi keirir upp miðjuna hérna. Örfnæntur leikmaður, gríðarlega sterkur. Daniel Máni. Hann setur hann. Jafna leikinn. Það er gríðarlega flott stemning í húsinu hérna. Aron. Hægri skipturinn á KA hérna er leikmaður nr. 7. Þórir. KA missir boltann. Já. Haukarnir upp. Kristófer Breki. Þá fyrir Egillinn. Hann klúrar. Gríðarlega efnilegur markmaður í KA. Það er svoleiðis. Góða hæð og skemmtilega hreyfingar finnst mér. Ok. Hann er mjög promising þessi strákur. Þorsteinn. Það sé að taka þér hérna Júkin. Hægri hornum að leysa inn. Haukarnir spila 5-1 hérna meðan Helga fyrir framann. Helga Mæri líka. nr. 10. Bjarmi sér við honum. Það fær guldspjald. Bjarmi spilar hérna undir, menn eru vel peppaðir í þetta. Það hætti að verði svolítið svona hátt spennustig. Já. Þú vekkið það nú sjálfur. Jú. Þetta eru mikið svona menn sem nokkra mínútur á hlaup úr sér svona mesta stressið. Já. Það er gaman að sjá hvernig þessi 5-1 vörð gengur hérna á Haukunum. Kristófer Breki kemur svo hátt út í hann Aron. Það brýtur á honum hérna. Það eru mjög öflugir hérna þessi 2 hérna fyrir utan. Nr. 5 Leo og svo Aron. Aron hérna. Svo kemur Aron hérna. Hendir í skot, gott skot. Frábært skot. Aron Daði. Kominn á blað. Það er kominn á blað. Það fyrir Kristófer í árás. Það fríkast vel brotið. Hann lappar fram með honum. Vel varið. Frábælega varið og gott frákast við Agli. Og aftur Kristófer, nú Kristófer skorar í gegn. Hann skorar. Það er 2-2. Þetta er jafnt á öllum tölum. Já, þetta byrjar frábælega. Kristófer Breki. Tvo hægri, hann leysir inn á hægri skipta. Og
Þetta er stórt svæði hérna 2 og 2. Það er tapaði bolti. Dagur, sendur hann að Egil. Egil. Það finnur Helga. Og það var þvílík varsla. Sæll. Úlfur Örn Guðbergsson kom með 3 skot varinn. Þvílík varsla. Þetta var frábær varsla. Já. Heyrðu, það er í andlitið. Halldór, markinu á Haukunum er hérna Halldór Ingi Guðmundsson. Toppmaður. Algjör toppmaður. Aron, mikið með boltan í höndunum, hann býr mikið til hjá þeim. Fáum örugglega að sjá mikið þessa innleysingu frá hægri Gísli hérna. Bjarmi tekur þetta. Já, frábær varnarleikur. Aron hoppar upp, glæsilegt skot. Hann má ekki fá neitt plás. Nei. Þá er hann bara búinn að refsa. Potturinn og pannan. Gamla dag hefði svona leikmaður verið tekinn fyrir allan tíma, en það hefði nú betur verið að það hægt. Já, Daniel skeinsamur. Vel gert. Vel gert. Frábært markið Danna. Frábærlega gert. Stingur svo milli 1 og 2. Og með 2 góð mörk, vinstra horninu. Já, við erum með í Haukunum, við erum með Egil og Daniel í hornunum, við erum með Kristofur Breka, Helga, Bjarma og nummer 29 er hann hérna Dagur. Frábært skot hjá Leo hana. Dagur á línunni. Góð skytta. Ég misti af þessu hver skoraði. Leo nummer 5 hérna. Leo nummer 5, hann er mjög góð skytta. Já. Og svo Kristoffer 1 hérna. Frábær sending. Já, þetta er rétt. Og dæmtur hann leikvel og þurfa að mæta hann framalega hérna, ekki fá það á sig á flegiferð. Og svo kemur hann hérna, Leo fyrir á þetta, auðvitað. Góð vörn hana. Þetta eru skemmtilega svona dúel. Já. Þetta er hérna, gaman að fylgjast með þessu. K.A. leiðir 4-3 eftir tæplega 6 mínútur. Já. Það er oft mikið skorað í þessum fjórðarleikjum. Það er oft bara þannig á þessum aldri að það er meiri öflugri sóknarleikur en varnarleikur. Já. Hann leysar aftur inn að Kristofan stelur honum. Galin sending. Og fyrir gegn. Og hann setur hann. Frábær vörn, frábært ræðaflöp. Vel skotið. Þeir keyra í bakið á þeim hérna. Það er varið og rebound. Frákast. Gott stutt. Ískaldur. Ari og Halldóri. Það er Kristof aftur á hérna. Gjör hann yfir, Helgi, 1 og 2. Þetta er sannlega víti ef hann hefði... Hörðu, frábær sending. Þvílík sending, þvílíkt skot hjá Agli. Leikmaður nummer 25. Egil Jónsson, gríðarlegt efni. Já, hann er mjög efnilegur. Við hefum alltaf nóga örfundur leikmannum hérna í Haukum. Þannig að það verðist ekki koma sem staðar annar staðar. Það koma bara miklu færri. Já. Við hefum alltaf verið heppni með það, hingað til. Já, gríðarlega heppni. Það er alltaf skemmtilegra svona flæði í þessu þegar menn eru örfundir hérna hægra megin. Já. Aftur leysa þær inn. Það er stólumbolti. Já. Haukarnir koma á þetta, reyna að skilja það eftir. Þeir eru nú samt að spila með hérna örfundan á miðjunni og rétt undan hægra megin. Já, það er eitthvað taktískt. Það er eitthvað taktískt. Ég held að það sé... Önnur sending yfir. Hann gefur hann og Danni fyrir gegn. Og hann hausar hann. Vel skot. Þvílíkt skot. Hann er gríðarlega flinkur hérna nummer 9. Ég sé hann oft í softballina einhverjum, hann er yfirburðamaður þar. Hausanum og snólunum. Áamennir eru að missa bolta klaufalega hérna í sókninni, það er að kosta þá. Það er góð vörn til Bjarma. Góð vörn bara. Þá fara þeir á þetta hérna, Kristoffer er á þetta. Það er mark. Já, hann Kristoffer Breki hérna nummer 11, hann er gríðarlega góður á fótunum. Hann er með körfubolta grunn. Og maður kannski tekur svolítið eftir því í leiknum hans. Það er timeout. Stefán Átvarsson hefur séð nóg. Hann hefur séð nóg. Frábær byrjun hérna svona leik. Fagnar greiðarlega. Þetta er hérna byrjað vel hjá þeim. Káamenn sem byrjuð ágætlega. Og aðeins verið að kasta boltanum frá sér. Þetta eru dýr mistök. Já. Og þeir eru einhver síður með góða markvarslu og
og svoleiðis. Já. Ég grunar að Haukarnir séu með Kristófer Brekkarna hægra megin til þess að reyna að verjast honum Aroni. Já. Þeir eru í sömu stöðu þarna megin. Já. Þeir meta það þannig að þeir eru svona stilla þessu upp þannig að þeir geti átt breykið og hérna varnarlega. Þannig að það gengir bara nokkuð vel upp held ég. Já. Það er gaman að sjá hvað hérna KM myndi gera, hvaða lausnir þeir finna á Haukavörninni. Þeir halda áfram að leysa þetta inn frá hægri og hvernig fáum að sjá eitthvað nýjar áherslur. Já. Já, Stefán stappar stálinn í sína menn. Já. Og ég sá Einar Jónsson er sem aðstoðar Danna hérna í dag. Hann kemur með eitthvað gott input í hópinn hjá Haukum. Reynslubolti. Gríðarlega mikill reynslubolti. Það er gríðarlega upplifun fyrir þessu ungu drengi að spila svona bikarstaleik. Þetta gefur mikla reynslu. Já. Það var þetta hafið aftur. Já, það er svona sama line-up hjá KM-mannunum. Já, það er engin breyting. Jú, reyndar hægri hóttumannum utan að verða komin. Jú, hann leysir inn hérna áfram nr. 7. Þórir Hrafn leysir mikið inn á línu. Það kemur Leo á þetta hérna á Helga. Leo, góð finta. Fer fram hjá honum og stöngir. Opinn með skotið. Það er fríkast. Vill meina hann hefði snert hann. Já, þetta varið. Það verður að skrá þetta varið. Ok. Halldór, góð markvarslu. Svo fer hann á þetta hérna. Já, mæti vel á boltan. Góð vörn hann hjá Kristófer. Frábær vörn. Það er að sagt að gert að stoppa Aron á svona stóru svæði. Já. Og vinnur hann með blokkinni. Kemur á þetta, kemur í erfitt skot. Og þeir ná frákastinu. Erfitt skot. Góð varnarleikur. Bjarmi er náttúrulega gríðarlega sterkur í þessari hávörnarnar. Já. Hver tímasett hjá honum? Já, mjög vel. Já, þetta er hérna... Þá skipta þeir hérna. Mér grunaði myndi gera þetta. Fá Kristófer hérna vinstra megin. Fá Kristófer vinstra megin. Leið og hann skiptir hérna, þá bara færir hann sig. Já. Bjarni á þetta. Kemur boltinn yfir. Já, Kristófer, vel gert. Og hann fer í gegn. Frábærlega gert. Það fer Aron á þetta, hann kerir á þá. Það geta þess að þeir eru perlið inn. Þeir eru bara að spila frábæra vörn Haukamenn þetta. Stela boltum og... Heyrðu, það fyrir Egill aðleitt, hraðarflöp. Það er frábærlega varið. Hann er rosalega góður hérna, einn og einn þessi markmaður. Þetta er bara frábæra vörslur. Svona... óbúslega gaman að sjá þetta. Já. Þetta er ekkert illa gert hjá Agli, þetta er bara hrikalega vel varið. Já, þetta er bara vel varið. Herðu, Haukarnir hefur verið að finna mikið af góðum færum. Já. Hvað gera KM-mennir hérna varnarlega? Þeir eru í 5-1. Heyrðu, hann leysir inn hérna. Hann leysir inn. Þau hóttum þar út á Kristófer. Já. Smá vesen með sendingarna hérna. Já, Bjarmi flott. Frábær hreyfing hjá Bjarma. Hann fer í gegn og skorar. Hans fyrsta mark í leiknum. 5-8, nei 5-9 fyrir Haukum. 5-9 fyrir Haukum, þetta lítur vel út. Káa búið að taka leikli, nú verða þeir að fara að koma með góðan kafla inn í leikinn. Já, það lítur vel út fyrir Haukamenn. Þú vilt ekki lenda mikið meira undir en þetta í svona leik. Nei. Það er áfram 2 hægri. Svo Kristó ógnar vel. Hann er með svo gott höls úr körfunni mitt. Það fyrir að stela boltum á þetta. Frábær í körfubolta. Virkilega vel gert. Algjör lykilmaður hérna varnar og sóknarlega hjá Haukum. Svo er náttúrulega Helgi hana, ekkert eðlilega hávaxinn sko, en vandamál hann fyrir framann sko. Góð sending! Frábær sending, glósa hann með vinstri hana. KM-mennir verða að nýta þessi færi þegar þeir komast í gegnum vörnina. Já. Þetta er dýrt, mjög dýrt. Já, Aron Daði, hann er með rosalega gott touch fyrir þessu. Línusendingum og... Frábært. Frábær leikmaður. Frábær leikmaður. Hann leysir inn enn aftur. Já, sama. Það ætla að reyna að fá Kristófer Brekkan í árás. Boltinn kemur yfir og hann losa hann í hotni Bjarmi, Egill fyrir gegn og klúður. Það var varið. Hann er bara að verja það. Hann er bara að verja það. Egill er kannski að skjóta aðeins og snöggt kannski. Já, þetta var hérna svolítið svona fyrirsjáanlegt slútt. Já. Búinn að verja hann í millihæðina á hann og þá las hann þetta alveg þannig breytti í klófi sko. Já.
Hann verður að halda áfram frá í gegn. Vel varið, Hólvari. Já, þetta er frábælega var, hann er góð markmaður. Hann leysir inn það vinstra meginn, draga frá. Þeir áta og varið. Þetta henni verður við sjá hann losan í hotningísli, eða ekki? Jú. Leo, já. Halldór kom með 4 skot varinn. Hann er ekkert með mikið færi skotöldur en Úlfar, hann er með 5. Þið fram hjá fólki. En svona meiri tilþrifa markværslu kannski hjá honum. Já. Svo hann leysir inn þeir vinstra meginn. Dagmæti hátt út í Leo. Já. Það fyrir Aron á þetta. Vel varið í Halldóri. Skuttlaðar á þetta. Hvernig er þetta? Já, hann er svona. Frábælega varið að Dóra. Báðir markmenn að byrja þetta mjög vel. Gríðarlega dýrmætt fyrir Haukana að fá góða markværslu. Góð sending! Hann klúðraði þessu. Stöngin. Það var frábær sending. Skýtur í stöngina. Það fyrir Aron á þetta hérna á Kristófer. Nei, hætti ekkert. Kristófer er náttúrulega frábær varnarmaður. Þeir eru vilja helst ekki gefa hann hérna í hægra hornið, kámendi. Og það er varið. Halldór Ingi er búinn að loka sjoppunni. Egill aftur í gegn. Klúrar, stöngin og Danni fyrir í gegn, skorar. Það er 5-10. Hann er búinn að skora 4 mörk að Danni Móni. Já. Það er nú bara virkilega gott. Já, mjög. Og Haukarnir með bikar ofan mann hérna á bekknum. Herbert Inga Steinþórsson. Hvernig heldur það heimilega það sé? Það er bara bikar eftir bikar eftir bikar. Málmar út allt. Já. Málma óður. Já. Ég finnst gaman að sjá hvernig Haukarnir er útfæra vörðina hérna. Já. Það er bara nokkuð vel sett upp í þannig. Leo á þetta með fríkast. Já. Kristófer tapar ekki þetta einustu stöðu þetta. Nei, hann er náttúrulega frábær á fótunum. Og Káamennir allir réttindir og eru alltaf að reyna að vinna þessa stöðu til að fá færin. Já. Það fyrir Leo á þetta. Hann kemst í gegn þarna, frábærlega gert. Það er náttúrulega að missa aldrei stöðuna. Jú, við hefum kannski hægt að fækka bara. Smóka sig þetta undanvert. Það tekur líka miklu orku á Kristófer, varnarlega og sóknarlega. Þetta er ekkert auðvelt að spila þessa vörn svona. Nei, frábær finta. Frábær finta utanvert. Vel skotið. Þetta var nr. 5. Já, Leo. Leo, komið 2 mörk. Já. Nr. 2, Aron 3, Ingólfur Árni 1. Mörkinn að káa. Kristófer hann kemur með hann yfir og svolítið komið með langaboltan yfir. Viktor er komin í hotn. Frábært slútt! Þetta kallar maður slútt. Sláinn inn. Viktor Eli. Það fyrir Aron á þetta. Hreiðarsson. Það er frákast og... Frákast. Nei, þetta fór á háurðinu hérna. Vel vakandi línuna hana. Alvar Andri með gott mark. Skiptir máli í svona leikjum að séu margir að skora. Já, dreifing á markaskorum. Léttir svona á þessu aðeins. Já. Haukarnir, þeir halda áfram að láta Danna leysa hérna. Já. Og Kristófer ekki að koma á. Það kemur alltaf með hann yfir hérna. Já. Halda stimplun áfram hérna. Bjarmi, hann heldur boltanum áfram. Helgi fer upp. Og það er varið. Frákast. Já, Viktor fer bara inn. Hann lengi klúðrar. Sterkur í hornunum hérna, markmaður. Já. Úlfar er bara virkilega góður. En Halldór hefur verið góður í Haukamarkinu líka. Já. Við erum bara markaslega búin að byrja frábærlega hérna að bæða við. Samt erum við að horfa að það er komin 18 mörk í leikinn á 15 mínútum. Jú, reyndar. En það har líka verið frákvöst og svona. Það er að hraða leikur. Leo. Svo hjálparnir Bjarka hana. Já. Já, Bjarki kominn inn á hérna, línumæður. Bjarki kominn inn í bakvörðin hérna, línumæður, já. Örfremtur línumæður. Já, það er rare. Það er sjálfgeft. Já. Áfram Gakk. Og svo þeir taka aftur hérna klippingu og hann styrir á næstu því. Kristófer fer á veiðir. Hann sér Þá losnar hann. Á Heyrðu. varið Halldór. Hann skýtur yfir. Þetta vandi Harpings á hann að bolta. Já, hann er virkað sleipur svolítið boltið núna. Kristófer, hann setur hann í hotnið. Danni frábær hreyfing. Sjáu þennan gæja! Þetta er alltaf bara ekkert eðlilega vel gert. That's what I call class. Þvílík tilþrif. Sæll hvað það var vel gert. Daniel Máni kom með 5 mörk. Já, 5 frábær mörk. Og að horfa á svona óvænta stjörnu, allavega hérna í fyrri hálfleik. Já. Nei, þetta er mjög flinkur strákur sko. Mjög flinkur sko. Og hreyfingin hann á undan, hann skilur vardamann eftir. Já. Til fyrir leiksins,
Þetta mark, já, flottast mark í leiknum svo, að mínum mati. Það fyrir á Leo á Helga. Hann stelur boltanum og ná þessu. Vel varið. Sáu vörsluna sem að byrja inn í leiknum. Það var bara galið. Bara einfallega búinn að loka sjoppinu. Já. Það er fríkast þarna, Kristoffer, hann var kominn smá klandur. Halldór Ingi kom með 7 boltar, þeir eru með jafn og skot á aðrinn. Frábært hérna hjá Halldóri. Þeir báðir markmenn komið með 7 boltar? Já. Já, sætt. Það er bara þannig. Heyrðu, það er Freyr kominn inn að, Freyr Aronsson. Og Aronsson, já, hann er sonur Aron Kristjáns. Það er rétt fyrir Gísli Rúnar. Mikið efni. Mjög góður. Hvað er hann, 0-8 eða ekki? Jú. Það er áríkri en fyrir út í hot, Kristoffer. Og það er annar haus! Það er vippað, hvernig þú kalla þetta. Frábælega gert hjá Kristoffer. Þeir keyrir bakið á þeim hérna. Aron fyrir fintun á Frey. Hann fyrir aftur á hann. Góð vörn hjá Frey hérna. Og hann fyrir aftur á hann. Hann fyrir alla leið. Frábælega kert. Hann er búinn að svolítið allt í öllu hann Aron hérna í byrjun. Það verður bara að segja það. Freyr kemur inn í hornið, frábært flot á boltanum. Þá klúrar hann, vel varið. Vel varið Ólfari. Kristoffer Breki og Daniel með cirka 5 mörkin í Haugum. Af 13. Já. Bjarmi 1, Viktor Ilja 1 og Egil 1. Yes. Hinum megin, Aron Daði með 4. Leo 2. Almar 1 og kemur á þetta hérna Aron á Bjarma. Já. Það er ekkert létt að koma til með Bjarma sko, hann er hörku varnarmaður. Nei, mér sýnir svona Aron ætla að taka svolítið yfir þetta hjá Káman núna. Já. Mikið með boltan í höndunum að leita að færum. Svolítið að koma í árásir sko. Vörðin á Haugarm er bara mjög þétt og góð sko. Já. Varðarleikur. Freyr er góð mjög sterkur hérna fyrir framann í vörðunum. Og svo Aron kemur aftur í hávörðuna og það er hot. Verðum að verja hérna Haugarnir í blokkinni 4-5 skot. Já, þetta er bara mjög góð vörð ennið Haugunum. Þá fer Leo upp í skotið. Þetta er farið inn. Það er búið að vera dýrt hjá Kámanum líka að vera að skjóta yfir og í stangirnar í döðafærum. Já. Það kostar í svona leikjum. Kristoffer frábær sending, Bjarki, hann klúðrar. Það vantar Harpiks á hann. Haugarnir er svo líka að klikka svolítið. Það er svolítið verið að klikka línunni. Já. Það fer Leo á þetta og það tapar boltanum. Veifalett. Daniel Máni keyrir með þeim. Já, skynnsamur hann það. Já, það er eiginlega fullt skynsamur fyrir minn smekk. Það er allt galopið. Þeir eru Danni fyrir inn. Já. Hann kloppar hann. Frábært skot í Danna. Nýbúinn að klúðra. Þá fer hann sjálfsögðu aftur inn og setur hann. Já, hann er með nýtíkuna 6 mörk og 7 skotum, þannig að það er nú halda áfram að fara inn. Já, sjálfsögðu. Ég kemur eiginlega aðeins óvart hvað Haugarnir að skilja Kámanum eftir, ég verð að segja það. En þeir, þetta er ekki búið, þetta er alls ekki langt frá því að vera búið. Leo á þetta. Sjá, Leo, flott skot. Leo Freyrisson kom með 3 mörk. Þeir eru 2 leikmenn þarna fyrir utan að káa og óbúðslega erfitt að eiga við það. Það gengið alveg ágætlega hjá okkur. Þetta byrjar allt hjá honum, hérna, Aroni, frændaðinum. Hann er góða árás, góður að losa. Já, sígur alltaf vörðin í sig. Já, mjög góður. Þeir eru aðeins að skyggja hérna á hægri á venginn núna. Þeir eru Freyr fyrir árás. Hann tapar honum hann að hættulega sendingu yfir. Það hraðar upp löp. Það er mark. Já, það er glæsilegt mark. Leikmaður nummer 10. Breki Pétursson. Já, það er Viktor fyrir inn. Viktor, það er einn. Snýr hann og það er klúður. Hann verið þetta. Hann verið þetta. Hann er komið 9 skot varinn í fyrir áleik. Já. Hann að vera bestur í káaliðinu mínum að þetta. Já, sammálaði. Þeir eru rosalega einbeittir á að stoppa hann Aron hérna í vörðinu. Man sér það. Það er allir leikmennir varnarlega tilbúin að taka við honum, fara í hendina á honum. Já. Þrengja á honum, svo hægt er. Hvað fáum við sjá núna?
Það er 2 hægri aftur. Aron fer bara á þetta núna. Það er ekki þetta, það er rosalega góður. Sitt 15 mark. Já, Freyr. Freyr fyrir með 1 og 2. Varið. Hann fær ekkert. Það er bara varið. 10 skot. Þeir fara upp í hraðaraflaup. Þeir eru að koma sér inn í leikinn kámennir. Já. 2 marka munur. Þetta er fljótt að breytast í þessari íþrótt. Og það taka Haukar timeout. Það er komið smá rönn hjá KM-unum hérna. Já. Fyrsta tempo hraðaraflaup. 14-12. Frábær stemning í stúkunni. Já. Gríðarleg spenna. Gríðarleg spenna. Eftirvænting. KM-mennir í 3 úrslitaleikjum. Það vilja nú að heyrða eitthvað mál með Messi norður. Já. Það er hætt við því. Það er ekki bara vel dæmt hjá strákunum. Jú. Haukamennir vildu fá eitthvað hérna á Frey hérna senstu skotið. Það er alltaf einhver 50-50 atriði í svona leikjum. Bara matsatriði. Já, ákveðin matsatriði. Halldór Ingi með 7 skot varinn í Haukunum. Daniel Máni með 6 mörk, Kristófer Ingi með 5 mörk. Egil og Viktor með sitt mark í hægra horninu og Sigurður Bjarmi með 1 mark. Haukarnir eiga mögulega svolítið inni að því hann Bjarma. Hann á til að skora mjög mikið en hann svo sem ekkert verið að klikka heldur, hann bara ekkert verið að fá kannski mikið af færum. KM-mennir alltaf bara yfirbara maður í þeim, hann Úlfar í markinu, hann er virkilega flottur. Aron Dæði með 5 mörk og hlutaði stóðsendingum og... Já, hann er búinn að vera með þetta svolítið að KM. Kristján Breki kom með 2 í raunina í horninu. Já. Ræðflöpum. Svo þeir eru svolítið að skyggja hérna hægra mér núna, þeir eru svolítið einbeittir á Bjarmanum. Já, kemur Bjarmi á þetta mitt. Gefur hann áfram. Kristófer fær hann hérna. Hann tekur skot yfir. Það var taktlaust. Já. Það var svona, hann ætlaði ekki að skjóta en ákvað svona allt í hann að skjóta. Já. Þetta er svoleiðis moment eitthvað. Samúlega. Nú að KM geta minnka munin í 1 mark. Já, þeir eru búin að fá gott áhlaup hérna, KM-mennir. Já, 2 mínútur eftir fyrri hálfleik. Það fer hann á þetta númer 7, þeir telja vitlaust. Leikmaður númer 12. Og hann skorar. Lilli. Almar Andri með sitt annað mark á strikinu. KM-mennir allt í einu, það var dautt yfir þeim hérna áðan, allt í einu bara komnir í... Það er varið á línunni, línan er ekki alveg að skilja bánlögum fyrst mér. Þetta er dýrt að klikka þessu færi. Leo fyrir gegn, það er varið. Það er varið hjá Dóra. Og frákast, það er lína, já, þetta er rétt. Þetta er því miður hárrétt. Það er því miður fyrir Haukamenn þar að segja. En gaman að sjá Halldóri í Haukamannskinn, ég er ánægð með það. Já, hann standa sig vel. Hann fyrir upp Leo, skorar. Hann er rosalega hátt upp í loftinu í þessum skutinu. Sitt 4. mark, Leo. Kristófer gegn hana og skorar. Þetta er bara hörkuleikur, mikið hraði. Við erum að fara að horfa á geggjaðan seinni hálfleik. Það er 50 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Hvað meina? Já, heyrðu. Við erum í 25 mínútur í hálfleiki. Er það ekki alveg, það voru ekki breyst það? Það hefur ekkert breyst. Það hefur ekkert breyst. Hann fer aftur á þetta númer 7 og það er... Það bara ekki selur sig. Heyrðu, Leo fyrir gegn, aftur. Þetta er dýrt. Flott skot og 2 mínútur. Leo er bara búinn að vera mjög góð núna. 5 mörk. Hún er stígur. Enginn í markinu á Haukunum. Helgi kemur inn fyrir markmann. Já. Það þýðir líka það að við megum ekki vera að kasta boltan frá okkur einhverjum 50-50 límsendingum. Nei. Við þekkjum það. Haldi boltan og gott færi. Já, heldur betur búið að sveiflast þetta síðustu mínúturnar í þessum hálfleik. Það var að Haukarnir voru með leikinn algjörlega í helja greppum og nú er bara orðið aft. Já. KM-mennir gefast ekkert upp. Nei. Þeir eru ekki þekktir fyrir það. Heyrðu, Helgi fyrir Helgi fyrir þetta leið. Já, búið að dæma. Ekki skrá þetta varið.
5 sekúndur. 5 sekúndur eftir. Freyr, Helgi og Fríkast lengst út í hornin. 15-15 í hálfleik. Já. En það er Fríkasti eftir. Við fáum að sjá eitthvað kraftaverk á marki á honum. Eitthvað Hansen mark. Það þyrfti að vera ansi magnað. Það er á seinasta punktinum á punktalínunni. Já. Og það er svona hálfbrot til að standa út á vellinum. Ég held að það sé ekki hægt að skora þetta, en einhvern tíma verður allt fyrst. Já, hann gerir þetta skynsamlega. Það reyndi allavega ekki að skora. Það kastaði heldur ekki andlitið á neinum. Nei. Herðu, hörkuleikur, við tökum okkur örstuð hlé og komum von bráðar með seinni hálfleikinn. Takk fyrir okkur í byrni.
orðið góðir, þá hefst seinni hálfleikur í þessum frábæra leik í fjórðuleik yngri K.A. Haukar. Yfir aftur. Virkilega skemmtileg fyrri hálfleik lokið og vonandi sjáum við annan eins síðari hálfleik. Og ekki verið nú leiðilegt að fá bara smá framlengingu og læti í þetta. Nei, sæll. Maður fyrri hálfleiksins sem ég segja að væri Úlfar í markinu á K.A. Hann búinn að vera algjörlega geggjaður. Já, eða Daniel. Og Daniel, já, mjög flottur, Kristoffer Breki líka. Og í markaskorinni, í markaskorinni á K.A. Aron og Leo leitt strókinn á svona mestu leiti. Hörku leikmenn. Eftir þennan leik, næsti leikur er svo fjórðuflokkur kvenna. Það er ekki eldri eða yngri ár, það er bara einn aldursflokkur. Þar mætast K.A. Þór og IBVF. Gaman að sjá það á eftir. Þá er seinni hálfleikurinn hafinn. Maður sjá þið spilaði hérna 5-1 áfram, K.A. Það virkar vel fyrir það á senastu mínútunum fyrir. Freyr kemur á þetta, Helgi Lósson í hornið, Danni fyrir inn. Nei, býður hann bara eftir honum. Hann er búinn að vera að skjóta mikið á hausinn á honum. Það var greinilega sagt honum þetta honum var sagt þetta í hálfleik. Það er bara þannig að Úlfar heldur áfram að verja. Mér þarf að vanta reyti til þess að gráta allt saman. Já. Maður sjá, það eru einum fleiri. Taka 2 vinstri stuttan. Leo kemur á þetta og skorar. Frábærlega gert. Það er gríðarlega sterkur hérna, Leo. Þrýst í gegnum þetta. Sitt 7. mark í leiknum. Kristoffer, hann fer líka í gegn. Skot, ég ætla að skráta sem varið. Já, hann fer inn, þá er þetta mark. Fríkast. Freyr kemur inn á í sóknuna. Dagurinn á línu, Daniel Máni og Egill í hornunum. Kristoffer og Helgi skiptunum. Leysir inn hérna, vinstra meginn. Halldór í markinu. Kom með markmanni í marki. Já, Helgi kemur á þetta. Þetta er ekki skynsamlegt, hann er mann í sér. Úlfar er ekki mikið fyrir að verja þetta. Þá kemur Aron á þetta hérna. Það ræðist á Helga. Lósar hann í hægri hornið. Það er mark. Þetta er leikmaður númer 20. Ingólfur Árni. Það kemur Kristoffer á þetta, losar hann yfir. Kristoffer kemur á þetta aftur, losar hann og þeir róta. Það færi Bjarmi sig í hægri skiptuna og Leo á miðun, nei hérna Helgi á miðuna. Kristoffer kemur á. Frábær hreyfing. Frábærlega gert, frábær markvarsla. Vel varið maður. En víti, fljótur út á móti. Hvað er þetta ekki fyrsta vítið í Haugum í svona leik? Jú. Er þetta fyrsta vítið í leiknum? Ég held að það sé bara fyrsta vítið í leiknum. Það stígur Bjarmi að punktinum. Hann skorar, gríðarlega öruggur á punktinum. Fagnar vel í stúkuna. Þetta annað mark í leiknum. og 16 fyrir K.A. Þeir hafa tekið ákveðna yfirhönd. Já, þeir hafa tekið smá rönn hérna. Það er smá, heldur betur. Aron hérna, það þarf bara 2-3 leikmenn til að stoppa hann. Hvert skipt til að stoppa hann og sama segir Leo. Hann er líka rosalega sterk árás, þunga sterk árás. Með 2 mjög góður. Já. Það fá að sjá hvað menn að gera hana. Leo kemur á, hann er kominn í sig. Lendir í vesinni, hann þrýkast. Kemur, spilar yfir. Kemur aftur tilbaka, var í hávörðinu að Bjarma. Frábær vörn, kasta þessu. Egill var 3 hérna frammi. Já, Þóri tók enga sénsa. Nei. Helgi lósar hann áfram og Kristoffer, hann fyrir á það hérna. Við erum þetta fyndu og ég er engin línamaður hérna. Það er bara ekki maður laus, ekki frýr. Þetta var skrítin hreyfing. Ekki brjóta á hana þarna. Jæja. Góð vörn á það, K.A.
loka línuna. Og verður að hafa, Þeir eru svolítið að tvöfalda hérna Kristoffer hægra meginn eiginlega bara, svona það er fyrir út af þér. já, ég held ég fáum að sjá hann fljótlega að fara yfir hinum meginn. Það fyrir Aron á þetta aftur, góð vörn og Helga. Samt með skothöndina lausa. Já. Hendina komu upp. Vinna mig, einn hægri. Einn hægri, þá mætir Leo. Kristoffer ekki mætur, hann er góð varnarleikur. Góð vörn hann það. Kristoffer ekki að vera frábæð varnarlega í þessu leik. Já. Það er geggjaður. Það tekur Aron, úff, þvílíkt skot. Það er að reyna að stoppa undir þetta skotið og þá smellir hann á hausinn á hann. Já. Ó, Kristoffer missir boltann. Hraðarblöð. Fyrsta tempo hraðarblöð. Já, hann skorar. Óri Hrafn. Það er sitt fyrsta mark í leiknum. Já. Lósson áfram. Hann rennur. Nei, aftur hraðarblöð. Þetta er voðalega tíma að tekur þetta. Og hann skorar. Sitt 7. mark í leiknum. Þvílíkur snúningur á þessum leik hérna. 2016, Haukarnir eru að brotna, þeir verða að koma með eitthvað á vinsbyrni. Þeir vilja fá með svo leikleifan að bráða. Það sé að Bjarmi kemur á þetta. Tekur skot, fríkast. Já, ég finn svona ákvarðanir hjá Haukarnum sóknarlega að vera verri og verri hérna. Það líður á setjálfum. Það er vel var í hánum. Já. Fimmta bolt í varinni. Kristoffer fyrir upp og setur hann. Aron gerir okkur hérna, gerir Haukamenn. Nú verða Haukarnir að læsa vörninni. Þeir geta ekki fengið á þessu mörk endalaust. Nei. Þeir ætla að fara inn í þennan leik. Aron kemur á allt í öllu hérna. Já, góð vörn hjá Helga. Það er góð vörn hjá Helga. Óri Hrafn í hægri skeytunni, hann hlutur ekki að vera hlutur mikið að leysa inn á línu. Já. Aron. Það er klipping, frábær klipping. Vel gert. Úff, Frábært mark. þvílíkt skot. Frábærlega spilað. Leo kom með 8 mörk. Aron Davíð skora meira, en hann er allt í öllu og stjórnar tempónu í þessu. Já. Kristoffer missir hann Svo að missa hann Það hérna. er eitthvað sleipur boltinn virðist vera. Veltir hann uppi og Aron hausar hann. Frábærlega gert í Aron hérna. Ískaldur. Helgi tekur undir þetta skot. Hörku skot. Það var fast. Og hann skorar Kristoffer. Kristoffer Breki Björgvinsson. KM eru svolítið að syndur spila vörðina hérna að Haukamönnum. Hún er ekki alveg að þéttu á hann. Nei, það er að fá betri færi. Já. Svo þessar tímasetningar, góða klippingar og Það er náttúrulega ógeðslega erfitt að eiga við hann Aron hann. Já, ef að Leo kemst í lofti, svona frítt í lofti, þá er það mjög erfið staða. En þetta var hins vegar frábær vörð. Já, Haukar eiga hann. Hann stelur þetta. Hann rífur í hann, frábær vörð. Frábær vörð. Körfubolta taktar hann. Það er gaman að sjá að menn hafa auga fyrir þessu. Já. Frábær hérna ekki Bjarminjó. Sjáu þið þetta. Bjarmi er ekki búinn að vera... Hann er bara búinn að vera, skilur við, hann er bara búinn að þolinmóður í þessum leik. Passífur. Svo koma svona hreyfingar hjá honum og hann er frábær svona hreyfingar. Danni vill fá 2 mínútur á þetta. Það er yellow frá dómaranum. Já, við þurfum að fá fleiri hérna. Kristoffer mæðir mikið á Kristoffer Breka. Það þurfa
menn eins og Bjarni þurfa að stíga upp núna seinna hálfleik til þess að svona leiða þetta áfram. Og varnarleikurinn Haukum, hann þarf að halda áfram að vera góður. Já. En hámennir eru gríðarlega sterkir. Já, þeir eru ógeðslega góðir. Þetta eru bara 3 mörk samt, nægur tíma eftir. Aron, fínt að... Já, frábært gert. Hann lappa fram í honum hann, auðvitað. Randaði Stefánsson með sitt 8. mark. Þeir eru með sitt 8 mörkin, þeir 2 félagarnir hann fyrir utan. Bjarni með landinn á miðjuna. Kristoffer. Spila hann áfram og Helgi fyrir gegn, það er varið. Frábælega varið, gott færi, vel spilað við Haukunum. Já. Gæðin í markvöldunni eru bara í mjög háan klassa. Já. Það kom að káða með hana, Júki. Leo kemur hann á miðjuna. Aron kemur aftur 1-1, hann tekur skot. Þetta var svakalegt skot. 9. mark. Bjarni kemur það í skotið og það er varið. Frábælega varið. Já, þetta er bara erfitt að eiga þetta. Ágætis skot til Bjarna, vel varið. Hann er svolítið dottinn í hafn eða. Já, hann er út að taka yfir hana leik og svo eru þeir bara ótrúlega góðir hérna, Leo og Aron. Já. Ráða bara ekkert við þá. Þeir skiptum stöðu og tæta svo vörðinni í sig hérna. Þú hjálpaður þarna. Já, heppinn að fá ekki tvígrip á sig þetta. Misti boltan frá sér einhvern veginn. Þá kemur Aron á þetta hérna. Aftur vitavert. Tæpur á skrefum. Þjálfarinn Haukan vilja fá skref hana. Sjá, hann er í vesinu hana. Hendin er komin upp, sendingin á línu. Haukan menn er að standa góða vörð um það. Núna. Já. Það er lengs og þá kemur Leo upp. Það er varið og frákast. Þvílík sending. Og stöngin. Frábær sending hjá hérna Þóri Hrafn. Það er tapaði bolti. Haukunum. Ég misti þessu, ég var að skrifa. Já, ég líka. Það er orðin pirraðar Haukarnir, eðlilega. Það er lítið gengið í seinni hálfleik. Já. Áfram gakk, áfram listinn á hægra horni. Kemur þessi 4-2 staða hérna. Já. Þá leysir hann inn, nei, hann leysir aftur út. Já, Leo. Kemur Aron á þetta og skorar. 10 slumur, konur frá 10 slumur, já. Það er timeout frá Haukum. Já, þetta er hérna búið að vera svolítið einstafnægt í seinni hálfleik. Já. Og eiginlega bara frá því undan er skilið hvað að segja fyrstu 15-17 mínútundina sem að Haukarnir leiddu 14-8. Já. Þegar þetta í 15-15 í hálfleik og 25-19. Þetta er búið að vera mikill viðsnúningur í leiknum. Já, mjög mikill. Heildina leiddi. Sjáum hvort Haukar kom með einhverja lausn hérna núna. Já. Gæti tekið markmann og við sjáum að hérna með Alonso í. Hvað segirðu? Gæti tekið upp að það skipta markmann jafnvel. Já, Alonso. Prófa Alonso. Þetta er búið að vera frábær hérna Aron líka sóknarlega í seinni hálfleik. Algjörlega frábær. Já. Það er ágættur í fyrri í seinni hálfleik, bara að taka yfir leikinn sóknarlega. Eiginlega. Það er nú eða ekki. Það er ekkert fleiri tæpátt eftir þetta. Nú það Haukarnir að snúa þessum sér við. Algjörlega. Gaman að sjá hvaða lausnir koma hérna. Hvað segir, já, hann er Freysi kominn inn á. Já,
Helgi út af, Egill út af og Viktor inn á. Enga breytingar hjá KA eða nokkuð? Nei, þetta einfalt hjá þeim. Spila bara sömu mönnunum. Þannig þig. Það kemur Bjarmi á þetta. Bjarmi. Hann ekki. Kristó, hann sækir á. Sjá, Bjarmi kemur á þetta aftur hérna. Reyna að fara út á þert. Það Bróttisson, þetta rétt. Bakgrinding. Það eru einu fleiri Haukamenn og þeir missa Aron sem færi sem Bróttisson sem náttúrulega vera lykil maður hjá þeim. Við vorum að sjá hvort Haukarnir ná eitthvað að nýta sér þetta. Þegar 2 stuttan eða ekki, hann draða frá hopnið, Viktor fyrir inn og hann í hliðanetti. Alls ekki nógu gott skot því miður framhjá nærhorni. Já. En vel spilað, góð sókn, ekkert að þessu færi. Haukarnir koma hátt á völlinn með Kristófer hérna fremstan. Já. Og Dagur líka hérna. Káamennir eftir leitir mikið til þessi Leo held ég núna meðan Aron er ekki inn á. Góð varnarleikur. Það er góð vörn, sendir hann fram, svolítið löng sending og tapar boltanum, en KA keyrir bakið á þeim. Leo fyrir á þetta hérna. Nú dæmir hann, slítir sér leið. Rykkir í gegnum teginn. Rykkir í gegnum teginn, hann Almar. Og það er svo sem bara lítið gest hérna, þessar mínútur sem liðin eru á Bróttissoninni á Aroni. Já, og taka þær aftur hérna. Já, Kristófer á blokkering. Kristófer ekki alveg að fá blokkeringuna hérna frá Degi. Og Bjarmi 1 og 2, skorar. Vel spilað Haukum hérna, 5 marka munur. Bjarmi komið 4 stykki. Já. 5 marka munur, já. 11 mínútur eftir. Það er ekki mikið, þú vinnur 5 mörk á 11 mínútum. KA tókst það í fyrri hálfleik. Jú. Þeir eru smá vissinni hérna KA-menn núna. Stólinn bolti. Góð varnarleikur. Það er alveg stranglega banna dribbla í kringum hans. Það er stranglega banna. Freysi kemur upp og skorar. Og höllin springur hérna. Þvílíku fagnaðarlæti. Freyr Arason með sitt fyrsta mark. Frábær vörn hjá Kristófer. Já, mjög góð vörn. Gleyma að það er bara ekki hægt að vera þessi dribbl í handbolta. Nei, það er ekki kringum suma leikmenn. Nei, kringum ákveðna leikmenn. Hvað gera KA-mennir? Það er Júka aftur, þú veist að vinna með þetta sem kemur hann 1 og 1. Já, vinnur sem með Aron í 1 og 1 stöðunni hérna á bakvörðin og svo kemur Leo á ferðinni. Það er yfir. Sjálfur sér bara mjög einfalt. En skotið ekki að ganga hjá Leo í þetta skiptið. Kristófer. Hún var frábær samt í leiknum. Þá kemur Bjarmi á þetta. Já, góð vörn. Já, hann er sterkur hérna í bakvörðunum. Já. Hann Almar. Hann er þungur og sterkur. Já. Passa mikið að Bjarmi fær ekki hérna utan þér. Já, þeir eru svolítið að stýra hún inn á miðju. Já. Kemur Freysi á þetta. Losar hann. Þetta er rosalega svona sloppy, eins og maður segir á góðri íslensku. Góðri íslensku. Svona kærleysilegt svolítið. Já. En góð vörn samt í KA. Já, góð vörn í KA. Þau eru lifandi að ná þessum lausu boltum. Já. Það er aðeins búið að vera stopp núna í markaskorinu. Það er ekki skorað í hverju sókn. Nei. Varnirnar aðeins að þéttast. Það skiptir spila áfram sama, Hótna Júki og Aron kemur á bakvörðinn, sækir á Dag. Já. Það fyrir aftur út á þert og skorar. Gott skot. Mögulega hægt að taka þetta. Nú kemur Alonso í markið á Haukum. Þá kemur Alonso í markið. Það er bara þannig. Aron Daði bara komið með 11 mörk. Ég held að 11 mörk. Mér minnir að hann har bara verið með eitthvað 4 í fyrri hálfleik. Hann var frábær hérna í seinni. Já. Kristófer á þetta. Frábærlega að spila, hann horfir ekki eins á hann. Góðunleysing. Viktor með sitt annar mark. Viktor Eli. Aron fyrir á þetta, stimplar, Leo. Vel varið. Herru, vel varið.
Alonso. Það væri pínu fyndið ef hann ætlaði að fara að loka búrinu. Já. Við vitum honum báðir að hann er kannski ekki beint að æfa handbolta. Það væri svakalegt. Það er góður í fótbolta sko. Já. Þetta er rosalega einfalt fyrir hann. Já, hann lappa fram hjá mönnum bara þess að þið sé ekki þarna. Freysi, árás, Kristófer fyrir á þetta. Hann fyrir alla leið og skorar. Og Brottvísun á leikmannúmer Kristófer ekki fram með tíma. 12. Já, Almar, já. Og það er Brottvísun á það. Aftur og Haukar einu fleiri, þetta er ekki búið. 8 mínútur, 4 mörk, en ég get sagt þér það, Gísli Rúnar, tíminn minnkar. Það er rétt. Tíminn líður og hann vinnur með KM-arunum. Enn er hann að labba fram í það með þetta. Þetta er náttúrulega bara svakalegt. Það er ekkert hægt að stoppa þennan mann. Nei. Þetta er bara einn af þessu leikmannum sem bara ekki hægt að stoppa. Tekur fleiri en einn leikmann allavega. Ótrúlega kvikur á fótunum. Hann bara svo lítið fyrir því að labba fram hjá mönnum sko. Já. Freyr, Kristófer Brekka, góð varnarleikur. Já. Fljótir að þétta þetta með. Leo hann frábæri vörn líka. Stór og góður á fótunum. Já. Vel spilað, Danni fyrir inn. Já, frábælega skotið. Hann er bara búinn að vera virkilega góður í þessu leik. Já, er þetta samt ekki bara annað færa hans í seinni eða? Ég læt að vera að hann sé búinn að fekka einhverjum 2 skotum í leiknum eitthvað og skora 7 mörk. Já. Þeir eru komin í svona 3-3 vörn, Haukar. Já. Kristófer er rosalega framalega. Það er erfitt að eiga við Aron Dag í svona varnarleik. Með gruna það. Hann er verið með boltan í höndunum og hann skotnaðir. Ég veit ekki hvernig hann stoppa hann sko. Þetta er alveg svo rosalega. Þetta sé bara ekkert hægt. Minnum við smá Egil skoraði hérna þegar ég fór í úrslitaleikin. Já. Vel spilað þarna, glæsilega spilað. Vel spilað. Helgi Marino, frábær sendi á Kristófer Brekka. Þeir hafa verið stórkostlegir í þessum leik vinnirnir hérna, Aron og Kristófer Brekki. Já. Þeir eru góð vinnir, myndi að mætast í úrslitaleik og vera með megnið af mörkunum í leiknum. Já. Hann fer aftur á þetta. Feikaskotið. Komum við manni sinni inn að káa. Já. Almar kominn inn á aftur. Leo. Það var Ari Alonso að fríkast. Mjög góður að Leo líka hérna, virkilega flottur strákur. Já. Góð vörn hann það. Já, góð varnarleikur. Aron, ég held að hann sé ekkert hættur að skora, opnar hornið. Já, þetta er. Nei, það var erfitt, Alonso hær honum. Já, hann kann ekki í reglurnar held ég alveg. Þetta verður hornspyrna. Já, þetta verður hornspyrna. En gaman að sjá hann í markinu. Kristófer, vel varið. Viktor, hann fyrir inn. Kloppi. Og skoti, heyrðu, höllin triplist. Þetta eru 3 mörk. Og já, hvað er mikið eftir? 5 mínútur. 5 mínútur eftir Kristófer. Það er 50 minna leikur sem sagt. Jæja, áfram gakk, mikið stemning í stúkunni. Mikið stemning. Aron, Leo. Glæsileg línusending. Hann skýtur fram með það. Brennir færinu, dauða færi. Þetta gæti verið, sko. Þetta verður vendipunktur. Já, þá kemur Bjarmi á þetta. Sigurður Bjarmi. Maður er fyrir stórum mómentin. Mikinn hnoð, þarna verður gott að losa boltan bara áfram. Hann kom með standa 2 leikmenn fyrir fram að þig. Daniel reynir að kalla eitthvað inn á völlin, það er erfitt. Það er erfitt í svona látum. Freyr, hann fyrir þetta. Það er manni skynsamur. Og kemur hann bakuð á Bjarma, hann fyrir utanvert og setur hann. Höllin trillist. Þetta er rosalega læti. Sigurður Bjarmi. Þetta er bara leikur, þetta er bullandi leikur fólk. 2 mörk, 4 mínútur. Þá standa allir upp, ég er að fá gæsahúð. Ætli Aron fari í árás hérna? Pælin. Ég líklegt að hann fari á þetta núna. Heyrðu. Nei, hann missir boltan. Hann fær línu á sig, þetta er rétt, óöppin, í vörðinni. Helgi bara stendur í teik, en... Góð vörð hann það. Tæft, þetta var tæft. Tæft. Hann stoppa leikinn, the referee. 3 metrar frá.
Svo þeir draga. Það ekki mikið að gerast hérna hjá Káa. Þá kemur Leo á þetta utanvert. Vel varið. Það vel varið. Alonso. Bara Haukarnir hefði þetta skipta fyrir markmann. Það var gott að vera gáðar eftir á þeim. Hann búinn að vera bara... Eins góður og Dóri var í fyrri. Já, Dóri var frábær í fyrri. Eitthvað veginn á boltanum hana. En Haukarnir eru búin að opna í vörðinni samt sko. Þeir eru búin að vinna boltan en... Þetta svona, veist... Það verði hérna... Ef að Káa skorar þessari sókn, þá verður þetta erfitt, mjög erfitt. Já. Það var svona 3 mörk á 3 mínútum. En ef þið vinna boltan og það hlaupa og vinga þetta í 1. Já. Kveikja endalega í stúkunni. Það allir standandi hérna. Já, bara ótrúlega góð mæting á þessum leik. Geðveik mæting á þessum leik. Það fyrir Aron á þetta. Stimplaði til hægri. Fer aftur á þetta. Finnur línuna. Hann skorar. Hann skorar. Það hjálpar mér hellinga að vera númer framan á búningunum að Káa. Já. Gríðarlega mikilvægt mark. Almar. Kristó, já, mark strax í bakið. Akkurat sem Haukarnir þurftu. Kristó svolítið að leiða þetta hérna hjá þeim Haukum að sjá. Kristó fyrir að koma með 10. Þetta er rosalega spennandi. Þetta er ekkert eðalega spennandi. Það kemur Aron á þetta. Stimplar áfram Leo. Þeir stoppa hann. Helgi. Já, hann myndi vel að fá 2 mínútur á þetta. Ég held að þetta sé bara rétt. Enn fer hann. Kristofur stoppar hann. Káamenn þurfa svolítið að hafa fyrir mörkum með hann. Hann kallar 1 hægri. Hann leysir hérna inn. Hann er frýr á samasta. Verita! Alonso Verita! Þeir keyrir í bakið á þeim. Daniel, hann missir boltan! Hann missir hann. Daniel upp á línu. Ég sá þetta ekki náður. Alonso búinn að vera flottur í markinu maður. Já. Verja 3 góða bolta eftir að koma inn á. Ef Káa skorar þessa sókn þá er þetta orðið mjög erfitt fyrir Haukamenn. Orðan þannig. Þá fer Aron á þetta. Hann finnur ekki línuna, hann var að leita að henni. Það er varið þar Alonso aftur. Ég meina hann var að byrja handbolta bara fyrir korteri sko. Freyr, Bjarmi, hann gerði fyrir stóru mómentin. Já, hann gerði fyrir stóru mómentin. Góð varnarleikur. Það er varið. Það er bara ekki dæmt. Helgin er frákastunni. Hann verið þetta aftur maður! Bjarmi fyrir bara inn aftur. Hann skorar. Þetta grínast þeirra leikja með það. Halló, Hafnarfjörður. Þeir eru ekki að drífa sig áttina á miðjunni, Káamenn. Mínúta eftir, þetta er 1 mark. Þetta er náttúrulega bara, ég er að fá gæsa á það. Stefán Átnarsson tekur leikhlé. Þeir taka leikhlé, mjög gott leikhlé. Það er ekki flóknar á það. Við erum leikugísluruna sem við fáum að dæma hérna til þetta. Ég byrjar að titra hérna á borðinu. Við fáum að lýsa. Sætt. Við fækarnir fáum loksins að lýsa saman. Þá fáum við alvöru leik, úrslitaleik. 60 marka leik. Já, mjög vel skorað í svona leik. Við varum að fara eins yfir hérna markaðistu. Aron Daði með lítið 13 mark. Hann píndi sig í 13, er þetta ekki 14 eða? Nei, ég veit ekki. Mats Atriði Skiptir ykkur. með 13 og Leo með 8 þegar hann skorað lungaði á mörkunum hjá Káamönnum. Kristofur Breki með 10, Daniel Máni með 7. Bjarmi er búinn að vera 3 hérna í seinni hálfleik, komið 5 mörk. Alonso með 4 bolta varða. Það er Úlfar með marga hana. Úlfar er með 11 fyrri, komið 5, 6, 7, 8, 9 seinni, komið 20 skot varinn. 20 skot varinn. Það er ekki þetta... Það verður erfitt að velja mann leiksins. Já, það var ekkert að kvarta í markmannum þessu leik og góð markmannum að standa þessum leik. Stóra spurningin er Gísli Rúnar, fáum við framlegging? Það er stór spurning sem vantar svar við. Nú við fáum að vita það eftir nokkra sekúndur. Já. Haukamenn, þeir vilja fá stemmingu. Þeir kalla á stúkuna og stúkan svarar rosalega vel.
rosa mikið svoleiðis. Það er fallegt að sjá þetta. Mjög fallegt. Yndislegt. Þetta er það sem íþróttin snýst um. En þá koma KM-menn á þetta. Þeir eru 3-3 vörðinu en það Haukar. Það er alltaf að tryllast hérna. Þeir eru í vesinni, þeir eru rosalega framalega. Hann stelur boltanum! Hann stelur honum! Helgi. Hann skorar! Helgi skorar! Það er jafnt. KM-menn fá sjans til að sigra leikinn. Haukarnir eiga ekkert timeout eða fá bolta, þeir eru búin með það. Já. Þannig að það er ekkert svoleiðis. Hann er í vesinni. Hendin er komin upp. Herru, Leo fyrir á þetta, það er stólinn bolti. Bjarmi. Hann setur hann! Þeir vinna leikinn! Haukarnir! Sjáu þetta! Eða grínast! Sjáu þetta leik! Guð minn almáttur! Þetta er rosalegt sko! Bjarmi gerði fyrir stóru stundirnar. Æi. Og hann sannaði það. Maður vorkennir svolítið KM-mennunum hérna. Já, þetta er bara hundleðilegt að tapa svona. Já, þetta er leðilegt. Frábært fyrir Haukamenn. Rosalega leðilegt fyrir KM-menn. Jafn leðilegt að tapa svona og það er gaman að vinna svona. Já, eiginlega. Úff. Frábærum leik hérna lokið. Algjörlega frábær leikur. Ef ég er alveg heilig, þetta er eitt besti leikur sem ég horfði á. Eitt skemmtilegasti leikur sem ég horfði á. Þetta er bara þvílíkur rúss í bannir. Já. Þetta var sko ótrúlega söflum þessi leik. Það er sorglegt að sjá þetta en þetta er innkoman hjá Alonso mjög góð. Castillo hérna í seinni marki á Haukunum. Já. Það var moment og svo voru að stela boltanum frábælega hérna á KM-menum, bæði Helgi og Kristoffer Breki. Já. Bæði lið stuðu sér frábælega vel. KM-menni spiluðu mjög góða leik. KM-menn voru geggjaðir í þessum leik, það er ekki hægt að taka neitt svona. Spiluðu mjög góða leik. Þetta er hérna þvílík skemmtun. Já, við förum að þakka fyrir okkur hérna í tífinni Gísli og það er bara veljónæfiting og hérna svoleiðis. Já. Sennilega var sér ekki valinn maður leiksins líka. Jú, við varum að taka gísk. Ef það er úr, ég veit ekki alveg hvernig það virkar, hvort það er valið bara úr sigurliðinu alltaf eða alltaf væri ekki. Mér finnst hérna Aron og Úlfar komið til greina hjá KM-mennunum þannig að þú veist með Kristoffer Brekka hinum með svona og þú veist, andjóks mögulega Alonso, hann svolítið svona hann kom með mjög mikilvæga vörslur sko. Mjög mikilvæga vörslur og bara alveg frábær innkoma í honum. Já. En overall myndi ég sannlega gefa Úlfari eða Aron þetta. Þetta var magnaður leikur. Já, rosalega leikur. Kristoffer Breki, hann er valinn maður leiksins. Kristoffer Breki, valinn maður leiksins. Bara vel verðskuldað, hann var frábær í svona leik, varnarlega og sóknarlega. Það er engin smá kánarur fegnar til þess að afhenda þetta. Haraldur Þorvarðarsson og Halldór Jóhann Sigmundsson. Eru þeir þá landsliðsþjálfarnir þarna á þessu landsliðinu? Já. Þetta var svakalegur leikur sko. Hafði lið sem lendi öðru sæti eftir stórkostlega frammistöðu lið KA. Já. Það er bara skilið mikið klapp hérna KM-menn. Já, KM-menn er algjörlega geggjað leikur. Ótrúlega fúlt að tapa hann hátt. Já. Alveg synd. Þvílíkir leikmenn sem eru að koma hérna í KA í einhverju lokunum. Já. Þeir flestu öllum árgangum bara virkilega sterkir. Já, mjög. Það er eitthvað í vatninu þarna. Það er eitthvað í vatninu. KA, Stefán Árnason mætir hérna aftur í seinasta leikinn í dag, eldra árið. Já, það er 2006 líka. Já. Þeir eru mjög sterkir líka. Einlega. Man ekki alveg við hvað er að keppa, Bjarki er að tjekka við fyrir mig hérna. Já.
Það er að hefjast allavega næsti leikur Bjarki. er fjórðulokkur kvenna, IBVF, K.A. Þór. IBVF, K.A. Þór. Já, K.A. Þór aftur. Og svo er það aftur K.A. í sænsta kallaleiknum. Og K.A. í gær. Já. Og er mikið að K.A.-liðum þetta árið. Já. Þetta var... En hjá kannski liturinn á medaljónum hefur verið svolítið silfur litaður. Jú. Þetta skiptið. Já. En þeir fá ennþá 2 sénsar til að breyta því. Þetta var magna, það langt síðan ég sé svona. Fólk á bolta á þessi 30 sekundum og... Þetta er bara eiginlega ótrúlegt sko. Nánast kraftaverk. Ég er bara handbolti.is hérna, það segja mér allt hérna. Það er K.A. afturræting. Það er svaka leikur sko. K.A. afturræting klukkan 16. Fjórðulokkur kvenna klukkan 2 í K.A. Þór. Já, húsið tekur vel undir fyrir K.A. Enda frábæri í svona leik. Já. Já, það er bara þannig. Þá er bara komið að því að afhenda Haukunum bikarmeistaratitilinn. Já. 2022, fjórðulokk yngri. Og þá fáum við bikarmeistarann upp á pallinn, Haukar! Það er ekki brott bara sko. Þeir hérna gáðust ekki upp Haukarnir og það leit nú ekki vel út á tímabili í seinni hálfleik. Frábær karakter. Þeir neituðu að gefast upp. Neituðu því. Og unnu sér inn í þetta og svona stálu þessu. Það var vel að segja að það er svolítið stólið þessu. Svolítið. En glæsilegu leikur og ég þakka aðstöðunni Gísli minn. Já. Takk hjá fyrir þetta. Til hamingju Haukar. Já.